Komið. Velkomin á bæjarstjórnarfund. Í dag 30. október 2025 og klukkan 5. Mættir á fundir Gylfi Ólafsson, Jóhann Birkir Helgason, Kristján Þór Kristjánsson, Nanný Arna Guðmundsdóttir, Magnús Einar Magnússon, Steinunn Guðný Einarsdóttir, Elísabet Samúelsdóttir, Sigríður Júlía Brynjólfsdóttir, Þorbjörn Halldór Jóhannesson, starfsmenn fundar Bryndís Ósk Jónsdóttir. Við langar að byrja á að byrja upp minningarorðum Gunnhildi Björk Elíasdóttir sem lést í gær þann 29. október 2025. Gunnhildi Björk Elíasdóttir á Þingeyri lést í gærmorgun eftir snögga og harða baráttu við krabbamein. Gunnhildi var fædd í Keldudal í Dýrafirði og búsett á Þingeyri. Hún var bæjarfulltrúi í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar á árunum 2014 til 2018. Gunnhildur starfaði lengi innan verkalýðshreyfingarinnar á Vestfjörðum, fyrst í verkalýðsfélaginu Brynju á Þingeyri og eftir sameiningu félaganna á Vestfjörðum í verkalýðsfélagi Vestfirðinga. Þar gegndi hún meðal annars starfi ritar til margar ára og var starfandi formaður matvæla og þjónustudeildar. Gunnhildur var mikill baráttujaxl sem kom með góðar ábendingar og virki í samfélaginu. Hún var mikil útivistarkona og lét veikindin ekki stoppa sig að sinna áhugamálinu. Við langar að biðja bæjarfulltrúa að rísa á sætum og minnast Gunnhildar með þögn og sendum jafnframt fjölskyldu hennar samúðarkveðjur. Takk fyrir. Þá förum við í dagskrá dagsins. Fyrsta mál á dagskrá fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar. Bæjarstjóri leggur fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar 2025 fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn. Og orðið laust. Sigríður Júlía. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Hér lögð fram til fyrri umræðu fjárhagsáætlun ársins 2026. Til grundvallar þessari áætlun þá eru fjárhagsleg markmið sem við settum okkur í upphafi kjörtímabils og ég minni á það gríðarlega mikilvæga verkfæri sem það og brýnt að við nýtum okkur. Þar settum við fram markmið sem snúa til dæmis að rekstrarlegu þáttum og þar eru við að tala rekstrarjöfnuð 3 ára, framlegð og veltufé frá rekstri. Og í þessari áætlun sem við erum núna að leggja fram að þar rekstrarjöfnuð 3 ára, markmiðið að það sé fyrir ofan núllið og við náum því með glæsibrag með rekstrarjöfnuð upp á tæpar 840 milljónir króna. Þá það markmið framlegð að það að framlegða sig fyrir ofan 7,5% og þá bæði í A-hluta og á A+B og við náum því markmiði ekki í A-hlutanum þar sem að framlegðin 6,5% en náum því hins vegar í A+B með 10,4%. Til að hækka framlegðina í A-hlutanum upp í 7,5% þá þurfum við að draga úr rekstrarkostnaði og það getur verið að það sé að nema 80 til 100 milljónum sem við þurfum að finna ef við ætlum að halda okkur við þetta markmið. Og þá mun sú vinna eiga sér stað núna á milli umræðina og ég setja í hendurnar á mínu fólki að finna leiðir til að draga úr kostnaði. Og þá höfum við líka tækifæri til þess að taka umræðu í bæjarráði. Núna það eru alveg 3 bæjarráðsfundir fram að seinni umræðu. Auk þess þá ætlum við að stefnum við bæjarfulltrúa á það að taka vinnufundi í næstu viku. Markmið sem snúa veltufé frá rekstri, það að við séum þar yfir 8,5%. Og þar erum við með A-hlutan í 8,8% og í samanteknum A+B þá það 12,6%. Varðandi efnahaginn að þá skuldahlutfallið, við erum með markmið að það sé undir 110% í A-hluta og í þessari áætlun sem við erum með hér að þá það 98,6%.
Skulda viðmiðið, þar erum við með að það markmið að það sé undir 60% en við náum því ekki, það er í 67,4 og þá náum við ekki markmiðum veltufjárhlutfalli í A-hluta nýja markmiði afborganir í hlutfalli við framlegð hjá A-hluta, þannig að handbært fé í A-hluta þá áætlað 445 milljónir en markmiðið að það sé yfir 265, þannig að við erum að ná því. Og sömuleiðis ef við tökum samstæðun alla í að skulda hlutfallið þá er markmiðið að það sé undir 120% í A plus B og en við erum að áætla að það verði 92,5%. Og skulda viðmiðið, markmiðið að það sé undir 80% en við erum að þar með 52,8. Þá náum við líka veltufjárhlutfall í A og B hluta, við náum þar markmiði. Svo framkvæmdaáætlun, ég ætla bara að ræða hana svona því þetta hangir nú allt saman. Svo framkvæmdaáætlun sem við leggjum hér fram, hún gerir ráð fyrir fjárfestingum í kringum 600 milljónir. En við vorum með það á markmiði í okkar langtíma plani sem við lögum upp með hérna 2022 að fjárfestingar 2026 yrðu 500 milljónir. Þannig að við erum framlögð áætlun að gera ráð fyrir að við sem að bæta í þar. En ég ætla samt að minna á það að það er mikilvægt að við sem bæjarstjórn stöndum við þeim markmiði sem við settum okkur upp á kjörtímabils og leitum leiða til að ná þeim. Og það verður verkefni núna milli umræðna. Á hinn bóginn þá má benda á að það gengur vel. Það er heilmikil uppbygging í gangi og það er mikil uppbygging í farvatninu líka og það sést glögglega á framkvæmdaáætlun. Við erum að tala þarna alls konar verkefni og helstu verkefni eru bygging slökkvistöðvar og gatnagerð. Það er malbygg og aftur malbygg á næsta ári. Þá erum við með áætlun að endurnýja búnað í Sundhöll og svona mætti lengi telja. Þá eru miklar framkvæmdir á vegum hafnarinnar og má þar nefna helst byggingu nýrra móttökubygginga fyrir skemmtiferðaskipin. Síðan er annað sem það er fjölgun stöðugilda í vændum í þessari framlögðri áætlun og það nemur sem í raunverulega 9,3 stöðugildum. Það er fremur ruglandi það sem kemur fram í stöðugildaskjali á blaðsíðu 60 í greinargerð, þar sem öll yfirvinna og bakvaktir eru reiknaður upp í stöðugildi. Og framsetning sem sett er fram í rekstraráætlun er önnur en svo sem er sett fram í ársreikningum. Þetta hefur verið gert svoleiðis allavega allt þetta kjörtímabil og löngu fyrir það held ég. Þannig að misræmið hefur verið en við viljum breyta þessu og mun í greinagerð vera uppfær með svona það sem þetta er svona skýrara að sjá í raunverulega hvar stöðugildin eru sem við erum að bæta í. Og þarna með þessari fjölgun stöðugilda, þarna erum við að koma til móts við aukna þjónustuþarfir. Á nýju ári er gert ráð fyrir nýju starfi kennsluráðgjafa á skóla- og tómstundasviði. Þá er nýr starfsmaður fráveitna sem verður ráðinn og það er bara ráðningaferli í gangi núna. Það er live verkefni sem við erum þátttakendur í sem að fjármagnar þessa stöðu. Síðan er náttúrulega fjölgun ferðafólks og íbúa sem kallar á eflingu slökkviliðs og þar er einnig og þá eru einnig meiri þjónustuþarfir sem snúa að stoðþjónustu við fatlað fólk sem er þá greitt að hluta í gegnum jöfnunarsjóð. En það er verk að vinna fram að síðar umræðu en ég er full bjartsýni og hlakka til að heyra umræðuna sem eiga sér stað hér í dag og líka þeirra vinnum funda á það sem eiga sér stað í bæjarráði á milli umræðuna. Takk. Takk fyrir þetta, Sigríður. Fleiri sem vilja taka til máls, Gylfi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Jú, við erum hér í fyrri umræðu og fyrir fundin eru lögð skjöl sem
sem að við titlum sem vinnuskjöl og það sést bersýnilega þeim sem að skoða þau að það eru ennþá óafgreidd mál sem að þar eru. Ég held eins vegar að það fáist ágætt mynd á þetta og ég held að sé líka ágætt fyrir bæjarstjórn að geta litið á þetta eins og þetta kemur fram svona eins og dikti átt sem hægt að hamra til og frá og að við getum sett okkar pólitíska mark á niðurstöðuna. Bæjarstjóri vék í nokkrum orðum að fjárhagslegum markmiðum og stal að nokkur leyti af mig glæpnum hvað það varðar. Ég hef mikinn áhuga á því máli, einkum vegna þess að í fyrstu skrefum fjárhagsáætlunarvinnunar að þá höfum við valið og það er raunar andi þeirra laga sem að liggja fyrir núna í samráðsgátt breytingu á fjárhagslegum lagaramma sveitarfélaga að sveitarfélög setji sér fjárhagsstefnu í upphafi kjörtímabils sem að hægt að fylgja eftir til þess að ákvarðanir séu teknar út frá stóru myndinni fyrst og svo sé bora niður. Þannig að eftir því sem að vinnunni við þessa fjárhagsáætlun hefur undir fram að þá hefur svona sú mynd dregist upp að óbreyttu yrði framlegðin undir þeim markmiðum sem við setjum okkur og framlegð í A-hluta er ekki eitthvað smekksmál og þetta er ekki eitthvað til þess að liggja eins og ormur á gulli eða eitthvað slíkt. Þetta er nauðsynlegt hraustleikamerki á rekstri sveitarfélaga að sýna afgang áður en að farið í framkvæmdir og aðra fjármagnsliði og þess vegna er ég ánægður með áherslu sem að bæjarstjóri hefur og við höfum verið sammála þetta að leggja áherslu að reyna að ná þessu markmiði. Það er ekki bara vegna þess að þetta er mikilvægt markmið í sjálfu sér, heldur líka vegna þess að það er hætt við því að rekstur smám saman aukist, rekstrarkostnaður aukist og þá verður svona breytingar frá því verða alltaf svo erfiðar þegar fram í sækir, ekki bara uppsagnarfrestir heldur líka bara að fólk venjist. Þannig að við verðum að væntanlega segja nei við ýmsu því sem að óskað er eftir að verði gert hér eftir sem hingað til og notum þá þetta til þess að við séum að segja passlega mikið af neium og passlega mikið af jáum. Við vitum hvernig við höfum að stíga á bremsuna og hvernig við höfum að ýta á bensíngjöfina. Bæjarstjóri vék aðeins orðum að veltufjárhlutfalli og afborgunum í hlutfalli af framlegð og það eru hlutfall sem muni batna ef við lögum rekstrar niðurstöðuna en skulda viðmið A-hluta sem að stefnir í að verði talsvert fyrir ofan 60% hámarkið það verður fyrirsjáanlega ekki náð og ég mun ekki gera neina athugasemd við það eða leggja til drastiska breytingar á rekstrinum til þess að ná því. Það er held ég var ekki rétt prósent af valinn þar þegar við settum okkur markmið fyrir nokkur mánuðum síðan. Það eru gert ráð fyrir þá að við komum A-hluta í fyrsta skipti undir 100% marki í sögu sveitarfélagsins og það verður þá næsta ári. Gert ráð fyrir að við lok ársins verði skuldahlutfalli orðið 98,6% og við stefnum að því. Mínir útreikningar benda til þess að þeir benda ekki til þess, þeir segja bara beinlínis að þetta verði 25. júní sem við komumst undir 100% markið og þá lofa ég því að bæjarstjóri muni kaupa marsipantertu til þess að þá nýr bæjarstjóri, eða þú veist allavega það verður þá bæjarstjóri sem að þá verður eftir sveitarstjórnar kosningarnar sem að eða bæjarritari sjáum til þess að það verði kaka 27. júní þegar að þessi reiknaða stærð næst undir 100% í skuldahlutfalli. Þannig að ég hef mikinn áhuga á þessu. Ég held að það yrði langt mál að fara yfir önnur mál. Ég held hins vegar að það sé eðlilegt í þessu samhengi að víkja aðeins að fjárfestingaáætluninni. Við settum okkur það markmið að fjárfesta 300 milljónir. Ég hef sagt það á ári, ég hef sagt það hér margoft í ræðustól og á fleiri stöðum að ég held að það hafi verið of naumt skammtað, sérstaklega hvað varðar
sérstaklega miða við rekstrarniðurstöðuna að öðru leyti og þá innviðaskuld sem við horfum framan í. Og í þessari fjárhagsáætlun gerum við ráð fyrir að fara talsvert yfir það og raunar tvöfalda það. Við gerum ráð fyrir að ekki allt muni koma til framkvæmda, bæði það reynsla okkar hingað til og svo eru fyrirsjáanlegar stóra framkvæmdir sem að munu gera verktaka upptekna og ýmsar aðrar breytingar sem að alltaf verða á þessu, þannig að við ætlum aðeins að skjóta yfir markið eða skjóta hátt og við munum hafa burði til þess að taka því sem að höndum ber. Ég fagna þeirri umræðu sem hefur átt sér stað hingað til í aðdraganda þessarar framlagningar og þeirra vinnu sem að framundan við að gera góða fjárhagsáætlun fyrir 2026. Takk fyrir þetta Gylfi. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Kristján, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar. Nú hef ég verið nokkur sinnum hérna áður að ræða fyrstu umræðu fjárhagsáætlunar og því miður höfum við ekki ennþá þrátt fyrir góða vilja og frábært starffólk sem snýr að þessu og ég veit þetta er mikil vinna ekki ennþá ná greinargerðinni og gulri í fyrstu umræðu sem er alltaf pínu bagalegt því að ég veit að maður er svo tuðandi gömul, ég ætla að segja plata bara en það er líka bara þannig að við berum pínu ábyrgð á þessu kjörnir fulltrúar á rekstri sveitarfélagsins með embættismönnum og starfsmönnum og það er þessna pínu erfitt fyrir okkur að taka beina afstöðu eða fullgild afstöðu þegar það kemur að þessu þegar gögnin eru ekki öll tilbúin. Ég ætla bara svona aðeins að fá að en ég veit þetta er erfitt og ég veit að við vitum meira heldur en er komið og upplýsingarna berast vel og þægilega og það er ágætis samstarf milli pólitíkusar og starfsmanna og bæjarstjóra allra, það er ekkert yfir því að sakast en þetta það væri frábært að fá gögnin tilbúin fyrir fyrstu umræðu því að við þekkjum það sérstaklega sumir bæjarfulltrúar inni hvað það er illa séð að gera stóra breytingar í seinni umræðu en þess vegna vonast ég til að við náum frábæru umræðum hérna þá á þessum bæjarráðsfundum á milli og þá þeim gögnum sem við þurfum á þeim tíma. Pínum varðandi bara stöðuna eins og hún er núna af því að við höfum nú verið duglega að rósa okkur sjálfum og hvort öðru fyrir góðan árangur undanfarið og það hefur verið góðan árangur undan þá eru það samt alveg svona ég veit ekki hvort ég að segja blikur á lofti en á síðustu árum frá 24 til 26 eða rýnigögnin þá hafa tekjur hækkað 1,1 milljarð á þessum árum sem er alveg drjúgt en það sem að veldur mér áhyggjum og ætti að valda okkur öllum áhyggjum er að gjöldin er að hækka kostnaðurinn 1,5 milljarða þannig að gjöldin er að hækka hraðar en tekjurnar hjá okkur og við vitum það öll að það mun ekki ganga til lengri tíma laun hafa hækkað 600 milljónur á ári sem er kannski lítið hægt að gera við en annar rekstrakostnaður hefur hækkað 741 milljónur milli þessi ára og ég held að ættum kannski að reyna að rýna aðeins betur í það hvað veldur því að ef að kostnaðurinn heldur bara áfram að aukast meir en tekjur þá vitum við alveg hvar við endum þar þannig að við þurfum allavega að halda áfram að vera dugleg og þá held ég að þessi markmið okkar séu besta leiðin til þess að halda þannig að þó við höfum nú staðist öll þessi markmið þá erum við samt að áætla verri útkomu í fyrra með við 2024 og núna með við 2024 þannig að við þurfum bara að halda áfram og það eru alveg stór og merkileg verkefni framundan og það er svo margt sem að þarf að gera og við viljum gera þess vegna er svo mikilvægt að við höldum rekstrinum og kostnaðinum og öllu niðri við vitum að öll erum að fara í stóra framkvæmdir eins og slökkvistöð og okkur langar að gera miklu meira heldur en við getum en við erum pínu bundin væntanlega eftir þennan bæjarstjórnarfund er að fara af stað hópur varðandi grunnskólamál og ekki verður það nú minni pakki heldur en slökkvistöðin gerir ráð fyrir þannig að það verður hundlega eldi til næstu bæjarstjórn það verður ekkert hægt að gera nema að byggja grunnskóla væntanlega fyrir þau sem er að spája að fara í pólitíkina áfram og er að hlusta þannig að og það er bara ýmislegt sem maður þarf að gera og miklu meira skemmtilegt sem maður vill í rauninni gera þó að það sé mjög skemmtilegt að stækka grunnskóla en ég ætla ekki að hafa meira þessum tal. Takk fyrir þetta og uppörvandi orð Kristján. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Jóhann Birkir.
forseti, bæjarfulltrúar, aðrir tilheyrendur. Já, ég tek undir með þeim sem hafa komið inn upp. Skoðaði svona þetta eins. Það sem að vekur athygli núna er að rekstrartekjur lækka á milli ára. Og það eru skýringar á því, en það er lækka 288 milljónir. Það fara sem sagt með að við útkomu spá 2025 þá fer þetta úr 9,4 milljörðum tæplega í 9,1 milljörð tæplega. Þannig að þrátt fyrir það að fasteigna skattur og útsvar sé að hækka og framlög í jöfnunarsjóði, þá eru aðra tekjur hjá okkur að lækka 900 milljónir. Þannig að þetta veldur áhyggjum, þetta eru svona fyrstu áhyggjumerkin, en svo en svo skoða maður rekstrargjöldin, þá eru launin að hækka hvað er þetta, 312 milljónir, en þegar maður skoðar þetta að þá er rekstrargjöldin ekki að hækka eins mikið, og þegar maður horfir á heildartöluna að þá er það ekki, en launin hækka svona mikið, og annar rekstrarkostnaður hann stendur í staði að lækkar. Þannig að það er svo sem gott, en svo skoða maður, þegar maður skoða þetta betur, hvar liggur þetta? Sem þetta eins og Kristján sagði hérna áðan, rekstrarniðurstaðan lækkar verulega milli ára. Það eru bara fyrstu merki þess að við þurfum að staldra við þessa áætlanagerð. Rekstrarniðurstaða, eins og kemur hérna fram í gögnunum okkar, án framlega sem sagt, þetta er 24, já, árið 2024 var hann 1174 milljónir, útkomin spáin núna er 740 milljónir og áætlun okkar gerir ráð fyrir 450 milljónir. Þannig að þetta er, ef við myndum tekna þetta upp í línurit eða súlrit, þá myndum við bara stoppa og rekstrarniðurstaðan þá sambærileg. Þannig að þetta er ekki nógu gott. Þannig að bæjarstjórinn hann bara var að segja bara nákvæmlega það sem ég ætlaði að segja. Það er með reksturinn. Þetta snýst ekkit endilega þessar fjárfestingar sem við ætlum að fara í. Slökkvistöð, grunnskóla, það á ekki að vera vandamál ef við pössum okkur á rekstrinum. Og þess vegna alltaf þegar að vera að tala það að það sé vera bæta við stöðugildi í þetta og hitt og svo er einhver óska eftir einhverju og þetta er svo lítið, þetta er ekki nema samningur við þennan og hinn og allt er þetta nú peningar og það skýrist í þessu hjá okkur. Stöðugildi er ekkit annað en minni fjárfesting. Þetta er bara samhengið á milli. Veltufé, ef maður skoðar veltufé 24 var það 1600 milljónir, sem er þá það sem við getum framkvæmt fyrir og borgað af lánum. Það fer á þessi árinu 1300 og fer niður 1100. Þannig að við verðum eitthvað, og það sem hefur ekki kannski komið fram hjá þeim sem hafa verið hérna undan mér, er að til þess að geta gert allt þetta sem við erum með núna, ég segi óskalista, þetta er ekkit annað en óskalisti, það er að hafa á stefna á því að taka 600 milljón krónur lán, sem að ég var að vona að við þyrftum ekki að gera, en ég get svo sem alveg tekið undir að þarf kannski að taka einhver lán, en 600 miljónir er kannski svolítið mikið. Þá skoðum maður nú fjárfestingapakkan og mér finnst, hann er kannski svolítið bólginn, en ég sé ekki samt að það sé að þetta skera neitt svakalega mikið niður. Við höfum svelt hluti af þessu, en ég vil bara benda á, þetta er í rekstrinum og við erum með þarna viðhaldsáætlun sem að gera ráð fyrir að viðhald sé 190 milljónir og ég er ekki
ég er ekki talsmaður þess að skera niður viðhald endalaust en þetta kannski svolítið bólgið, sérstaklega ef við náum ekki að eyða þessu. Hvað er þetta ekki 190 milljónir. Þannig að mér finnst þetta kannski ekki alveg hafa kannski þau kannski gögn alveg til þess að rýna þetta alveg í tætlur með þetta svolítið á PDF en ekki Excel. En þá maður skoðar greinagerðina og það nú kannski það sem ég nefndi hérna fyrir fundin og við erum alltaf búin tíninni, hérna. Það með stöðugildin en sem sagt ef við bara miðum stöðugildi milli 25 og 26, það vantalega sömu aðferðir þrátt fyrir að það sé verið að rekna tímavinnu, þá sem sagt þá faraðu úr 337 í 354 stöðugildi. Og ég er ekki að segja að séu þessi stöðugildi eins og bæjarstjóri sagði, en það sem að vakti mig strax þegar ég vaknaði við að lesa þetta, það var kostnaður við grunnskóla. Og fyrir þá sem er að hlusta þá nefndi ég þetta hérna við á hérna fyrir bæjarstjórnarfund. Ég er ansi hræddur að þarna sé nú kannski, ég veit ekki, sko kostnaður við hækki ekki nema 2% þegar laun er að hækka 8% og rekstur skóla og leikskóla er nú bara í sjálfs sér ekkert annað en launakostnaður. Þá fannst mér þetta svolítið sérstakt, þannig að ég myndi vilja fara sérstaklega yfir þetta milli umræðina og sjá hvað það er sem að veldur. Og nú fletti ég hérna meðan ég að bulla, en þetta er svona stóru þættirnir. Ég ætla nú að vera rosa grimmur og skera niður þessa bólgnu fjárfestingaráætlun. Ég sá ekkert svona fljótt í því hvað það væri að þetta gera. Jú, það er ákveðnir þættir sem að maður gæti alveg farið, en ég er náttúrulega alveg líka með hjarta eins og aðrir og þannig að við erum nú í svona samfélagi sko. En ég held nú bara mínu róli ég er að horfa á fasteignaskattin og ég sem sagt lagði það til að ég myndi vilja fara með 0,48% sem að er þá náttúrulega lægri tekjur og þá ætlum að rekna það út hvað það myndi gera bæði með til lægri fasteignaskatt sem er einhverja 15 milljónir reknaði ég út, en það kemur eitthvað á móti að það lækkar framlög frá jöfnunarsjóði, þannig ég myndi gjarnan vilja sjá niðurstöðuna úr því bara fljótlega, þannig að maður geti tekið ákvörðun fyrir vinnufund. Þannig að ég er alveg sammála þessu með markmiðin. Við settum okkur markmið og meðal annars að fjárfestingar aðhluta ætti að vera 400 milljónir, en við erum með 610 og það er of lágt 400 milljónir fyrir okkur. Þetta er allt of lágt. Ef við ætlum að fara í grunnskóla og byggja leikskóla, þá náum við aldrei að gera neitt. Þannig að þetta er svona stórum dráttum með mér, taka til í rekstrinum, segi það alltaf. Takk fyrir þetta. Það eru fleiri sem vilja taka til máls. Gylfi. Já, bæjarfulltrúar, forseti, tilheyrendur.
Ég vil bara þakka fyrir þessar umræði sem að hér hafa orðið. Ég er ánægður með að það sé samhljómur meðal flokka hér í þessari bæjarstjórn um að fylgja þessum markmiðum og að það séu ekki að koma svona kosninga tillögur og hlakka því til vinnar framundan. Við erum sammála um að reyna að taka til í reksturinn sem að þessu nemur til að ná þessum markmiðum sem við höfum sett okkur. Takk fyrir þetta, Gylfi. Er fleiri sem vilja taka til máls? Nanni? Forseti bæjarfulltrúar, mér langar til að byrja að þakka forseta fyrir hlýleg orð hérna í upphaf fundarins. Það var gott að vinna með Gunnhildi og hún setti sannarlega svip sinn á þetta bæjarstjórnartímabil sem hún var hér og ég sendi fjölskyldu hennar mína dýpstu samúðarkveðjur. Þetta var mikil barátta hjá henni en hún var baráttu í axl. Hérna aðeins inn í umræðunum fjárhagsáætlun, þá langar mig að benda nokkur atriði. Mér finnst það góð fjárfesting að fjárfesta í kennsluráðgjafa. Mér finnst fjárfestinga ekki alltaf vera steypa og malbygg. Þetta líka stundum að fjárfesti fólki og við urðum þess áskynja í umræðinni í vetur í kennarverkfallinu að kennarar, foreldrar og samfélagið allt kallar eftir betri stuðning við skólan og að það séu erfiðleikar, til dæmis ætlum við að leggja fyrir skóla íþrótt og tómstundanefnd í næstu viku skýrslu sem að var gerð af Evrópusambandinu, þar sem kemur fram að kennarar telja sig vera að kenna námsefni sem þeir hafa ekki fengið kennslu í. Þannig að það þarf að styðja kennara við að verða betri í starfinu sínu og fá stuðning til þess að geta sinnt í vel og heilindum og það er gott fyrir börnin okkar og það er gott fyrir samfélagi. Þannig að ég myndi alltaf líta á að stöðugildi kennsluráðgjafa sé fjárfesting. Einnig vil ég benda á að stöðugildi í fráveitu er greitt af live-verkefninu og það er mikilvægt að við þetta sveitafélag Ísafjarðarbær standi sig í þessu verkefni ásamt hinum sveitafélagunum. Þetta er mikilvægt verkefni og það er svo mikilvægt að meira þess að bæjarstjóri á Suðvesturhorninu sá ástæðu til þess að minnast á það á fjármálaráðstefnu hversu mikilvæg fráveituverkefni væru og hversu mikið hann talaði um fráveitur heima hjá sér. Þannig að ég er bara fegin að eiga skoðunarbræður á þessu sviði. Mér langar líka að taka þátt í umræðinum að skoða reksturinn og langar til þess að benda því til bæjarstjóra að punkta hjá sér hvort að velferðarsvið hafi skoðað það grundigt að núna áramótin þá mun ríki taka yfir alla 3. stigs þjónustu í barnavernd en ég get ekki séð á kostnaðar súluritinu sem að við erum með í greinagerðinni að þessi áætlað að kostnaður við hvað heitir þetta fóstur og vistun utan heimilis lækki á milli ára, þannig að það var áhugavert ef að bæjarstjóri myndi skoða það og að því við tölum að reksturinn er alltaf að bólgna út og hækka að þá bara langaði með að henda inn að samkvæmt nýrri skýrslu ókaupis skólamáltíðir þá hefur kostnaðar hlutdeild sveitafélaga á Íslandi aukist úr 25% í 40% frá því sem áður var, þannig að það er kannski ein skýringin á því hverju kostnaður er að aukast hjá sveitafélagum. En það er mjög mikilvægt að sá samningur hann rennur út 2027 og það er mjög mikilvægt að halda ríkinu við efnið þar sem það var ríki sem þrýsti mjög mikið á þennan samning. Því held þessi ekki góðu bragur á því að ríkið bakkar út að sveitafélagin fara eftir að rukka foreldra fyrir skólamáltíðir. Takk. Takk fyrir Nanni. Já, Sigríður biðjum orðið ekki svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég ætlaði bara að svara honum Jóhann Birgi varðandi þar sem hann var að ræða hér hvað það myndi kosta að lækka fasteignaskattinn niður úr 0,5% niður í 0,48. Það er rétt, hann er góður í reikningi, þetta eru 15 milljónir og það hefur ekki áhrif á
jöfnunarsjóðsframlag. Takk. Takk fyrir þetta, Sigríður. Fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki. Þá legg ég fram tillögu að vísa fjárhagsáætlun til seinni umræðu þegar maður gefur merki. Og það er samþykkt samhljóða. Voru komin í málum 2 að framkvæmdaáætlun 2026 til 2036. Bæjarstjórnin leggur framkvæmdaáætlun Ísafjarðarbæjar 2025 til 36. Fram til fyrri umræðu bæjarstjórn. Orðið er laust til þessum lið. Og Nanný, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, mér langaði bara að spyrja bæjarstjóra að ég sá í fundargerð bæjarráðs á mánudaginn að þar voru nokkur verkefni sem hefðu verið á framkvæmdaáætlun 2025 þeim að frestað og þeim var svo vísað þá í framkvæmdaáætlun 2026. Er gert ráð fyrir því í þessari áætlun eða eigum eftir að breyta því? Takk fyrir þetta, Nanný. Sigríður, beðum orðið, gjörðu svo vel. Já, forseti og aðrir og bæjarfulltrúar er tilheyrendur, já, ég ætla að svara Nanný þá eftir að gera uppfæra áætlunum í samræmi við þann viðauka sem við erum lagði fram á eftir. Takk. Takk fyrir þetta, Sigríður. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Og svo ekki, þá legg ég fram tillögu til að vísa framkvæmdaáætlun til seinni umræðu með merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þriðja mál á dagskrá viðhaldsáætlun 2026. Bæjarstjórn leggur viðhaldsáætlun Ísafjarðarbæjar 2026 fram til samþykktar í bæjarstjórn. Orðið er laust undir þessu lið. Og enginn hefur beðið orðið. Þá legg ég þetta fram til samþykktar með ekki með merki. Og þetta er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 4. Það er þjónustustefna 2026 til 2029. Bæjarstjórn leggur fram þjónustustefnu Ísafjarðarbæjar 2026 til 2029 fram til fyrri umræðu bæjarstjórn. Orðið er laust undir þessu lið og Sigríður beðum orðið gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Það er mjög ánægilegt að leggja þessa þjónustustefnu núna fram samhliða fjárhagsáætlun. Þetta er fyrsta skipti sem þetta er gert hér í Ísafjarðarbæ og því ber að fagna og þetta er búið að vera mikill lærdómur fyrir okkar að fara í gegnum og hún verður svo lögð fram aftur með í seinni umræðu síðar. Takk. Takk fyrir þetta, Sigríður. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo ekki, þá legg ég fram tillögu að vísa þjónustustefnunni til seinni umræðu. Þegar við gefum merkið eða samþykki það. Og samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 5. máladagskrá sem er gjaldskrár 2026 til að frá 1344. fundi bæjarráðs sem fundur var haldinn 20. október 2025 að bæjarstjórn samþykki gjaldskrár sorps fráveitu og vatnsveitu 2026 en lagt er til að þjónustugjöld vatnsveitu og fráveitu hækki ekki milli árana 2025 og 2026. Orðið er laust undir þessi lið. Enginn hefur beðið orðið, þá legg ég þetta fram til samþykkt með ekki með merki. Þetta er samþykkt samhljóða. Þá erum komin í 7. máladagskrá viðauka við fjárhagsáætlun 2025 til að frá 1345. fundi bæjarstjórnarinnar fundur var haldinn 27. október 2025 að bæjarstjórn samþykki viðauka 22 við fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar 2025 vegna endurmats á framkvæmdaáætlun og tillögu lækkun á henni 20 milljónir krónur. Áhrif viðaukans á rekstrarniðurstöðu samstæðu Ísafjarðarbæjar er 0. Áhrif viðaukans á sveitarstjórn A-hluta er 0 eða óbreytt neikvæð að koma upp á 142.500.000. Áhrif viðaukans á samantekkin A og B-hluta er 0 eða óbreytt afkoma úr 607.800.000. Viðauki þessi leggur til verulega tilfærslu á verkefni framkvæmdaáætlun 2025
ásamt því að flýta verkefnum sem á framkvæmdaáætlun 2026 yfir á 2025. Framkvæmdaáætlun fyrir A og B hluta lækkar úr 980 milljónir krónur í 960. A hluti lækkar úr 380 í 328 milljónir krónur og B hluti úr 600 milljónir í 632 milljónir krónur. Og orðið laust undir þessum lið. Engin uppið orðið, já, Sigríður Júlía. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Þessi viðauki hér lagður fram vegna svigrúm sem hefur skapast á framkvæmdaáætlun. Það eru lagðar hana til verulega tilfærslur á verkefnum framkvæmdaáætlunar 2025 eins og kom hér fram í inngangi og það ágætis yfirlit í minnisblaði sem fylgir hér með. Já, einmitt sem ekki að opnast hjá mér. En já, forseti bjargar það. Og þarna erum við að tala verkefni sem snúa að ofanflóðavörnum, íþróttamannvirkjum, skólahúsnæði, til dæmis eins og lóðin og Sólborg, fengust ekki hagstæði tilboð, þannig að við frestum því verkefni. Þannig að þetta eru alls konar þættir sem þetta kemur ágætlega fram í minnisblaðinu, en það þarna, já, það sem stendur þjónustu íbúðir, ekki fyrir sig að fara verðin inn á framkvæmdir að sinni þess að eignaskiptalýsing liggur ekki fyrir. Þarna verður að tala hlíf. Bara það kannski ekki alveg augljóst á þessu minnisblaði. Ég vildi bara vekja athygli á því. Takk. Takk fyrir þetta, Sigríður. Fleiri sem vil taka til máls þessu lið? Wow. Svo ekki. Þá legg ég tillöguna sem ekki strömmur. Svo ég legg tillöguna upp til atkvæða með ekki merkið samþykki þetta. Og þetta samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin í númer 7. Samþykkt stjórn Ísafjarðarbæjar viðaukar 3-12 vegna fullnaðar samþykta lagðar fram til síðar umræðu og samþykkt bæjarstjórnar breyting á samþykkt stjórn Ísafjarðarbæjar og fundarskap bæjarstjórnar auk viðaukar númer 3-12 við samþykktir sveitafélagsins. Fyrir umræða fór fram á 559. fundi þann 16. október 2025 og orðið laust undir þessu lið og enginn hefur beðum orðið, þá þetta lagt fram til samþyktar, það með ekki merki og þetta samþykkt samhljóða og við erum komin í 8. mál. Grunnskólan Ísafirði mat á húsnæðisþörf 2025 til að frá 1345. fundi bæjarráðs sem fundur var haldinn 27. október 2025 að bæjarstjórn samþykki skipan nefndar framtíðar húsnæði leik- og grunnskóla í Skutulsfirði og að samþykja erindisbréf nefndarinnar. Orðið laust, Sigríður beðum orðið ekki svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Hér lagt fram tillaga erindisbréfi þessara nefndar og í annarri grein erindisbréfsins skipan nefndarinnar stendur bæjarstjórn kýs 3 fulltrúa og 3 til vara. Auk þess skulu eiga sæti í nefndinni sviðsstjóri umhverfis- og eignasviðs og sviðsstjóri skóla- og tómstundasviðs. Verði þetta framlagða erindisbréf samþykkt, þá muni leggja fram viðaukatillögu skipan nefndarinnar sem ég greini þá frá eftir atkvæðagreiðslu. Takk. Orðið laust þessum lið. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessu lið? Nei, svo ekki. Þá ber ég þetta fram til samþyktar með ekki merki og þetta samþykkt, samhljóða og Má ég óskipti fundarhlýði? já, við ætlum að gera örstutt fundarhlýði.
Ja, við erum mætt aftur. Bæjarstjóri hefur beðið orðið ætlar að hérna leggja fram viðauka tillögu við mál 8. Varandi grunnskólana Ísafirði, ekki svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Sú tillaga sem lögð er hér fram fyrir bæjarstjórn er að þeir 3 fulltrúar sem bæjarstjórn kýs í nefndina verði þessi: Sigríður Júlía Brynleifsdóttir, Halla Magnódóttir, Þröstur Jóhannesson, og varamenn verði Bryndís Ósk Jónsdóttir, Helga Snorradóttir og Jóhann Birkir Helgason. Já, Gylfi hefur óskað eftir. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, ég vil bara að það sé skýrt að hér sé ekki að ræða Þröst Jóhannesson alnafna eiginmanns, Þröst Jóhannesson eiginmann skólastjórans, heldur húsasmíðameistarann sem alnafnas. Takk fyrir þetta. Þá legg ég þessa tillögu Sigríðar til samþykkta með ekki merkið samþykkið. Og þetta samþykkt samhljóða. 9. mál, aðalskipulag Ísafjarðarbæjar 2028 til 2020, breyting Eyrarkláfur, tillaga frá 661. fundi skipulags- og mannvirkjanefndar en fundur var haldinn 21. október 2025. Að bæjarstjórn samþykkja heimila opinberin kynningu og vinnslutillögu á nýju deiliskipulagi Eyrarkláfs samkvæmt 4. grein 40. greinar skipulagslaga nr. 123 síðan 2010. Málinu var vísað til bæjarstjórnar undir heitinu Eyrarkláfur á Ísafirði skipulags- og matslýsing, mál nr. 2025-01-56. Orðið laust undir þessu lið. Nanni, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Hérna liggja fyrir allavega 3 mál sem varðar Eyrarkláf og mér langaði bara að skýra þetta ferli aðeins út, að hér að ræða breyting á deiluskipulagi og þar sem við erum að breyta deiluskipulagi þá verður samhliða að leggja fram tillögu breytingu að aðalskipulagi. Það er það mál nr. 9 sem við erum að samþykkja á eftir vonandi. Deiluskipulagsbreytingin sjálf er svo nr. 10 og svo er það sem er kallað hérna deiluskipulag Eyrarkláfur nýtt. Það er að því að það er ekki til deiluskipulag fyrir efri hluta Eyrarfjalls. Þess deiluskipulagi sjálft sem er til nær bara upp að varnargörðum á því svæði, en Eyrarkláfurinn er að sjálfsögðu ætlaður upp á toppin á Eyrarfjalli og þess vegna verður að gera nýtt deiluskipulag fyrir þann hluta. Takk. Takk fyrir þetta, Nanni. Orðið er laust en undir þessu lið og enginn er beðið orðið og leggja þetta fram til samþykkta með ekki merki. Þetta er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin 10. mál, deiluskipulag Gleiðarhjalli, breyting Eyrarkláfur, tillaga frá 661. fundi skipulags- og mannvirkjanefndar en fundur var haldinn 21. október 2025 að bæjarstjórn samþykkja heimila opinbera kynningu og vinnslutillögu breytingu á deiluskipulagi Gleiðarhjalla samkvæmt 4. málsgrein 40. greinar skipulagslaga nr. 123 síðan 2010. Málinu var vísað til bæjarstjórnar undir heitinu Eyrarkláfur á Ísafirði skipulags- og matslýsing, mál nr. 2025-01-56. Orðilegst undir þessum lið. Enginn hefur beðið orðið, þá með ekki að merki við samþykkið. Þetta er samþykkt samhljóða. Og 11. mál, áfram Eyrarkláfur, deiliskipulag nýtt. Tillaga frá 661. fundi skipulags- og mannvirkjanefndar en fundur var haldinn 21. október 2025 að bæjarstjórn samþykkja heimila opinbera kynningu og vinnslutillögu breytingu á aðalskipulagi Ísafjarðarbæjar 2008 til 2020 samkvæmt 2. málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123 síðan 2010. Málinu var vísað til bæjarstjórnar undir heitinu Eyrarkláfur og Ísafirði skipulags- og matslýsing, mál nr. 2025-01-56. Orðið er laust undir þessu lið. Enginn hefur beðið orðið og með ekki að merkja þess að það ekki þetta. Og þetta er samþykkt samhljóða.
12. mál á dagskrá deiliskipulag Torfnesi, menntastofnanir og Dælós, tillaga frá 661. fundi skipulags- og mannvirkjanefndar en fundur var haldinn 21. október 2025 að bæjarstjórn samþykkja að heimila opinberri kynningu á deiliskipulagsbreytingum á Torfnesi samanber 40. grein skipulagsmannalaga númer 123 síðan 2010. Áður en tillaga að deiliskipulagið er tekin til afgreiðslu í sveitarstjórn skal tillaga forsendur hennar og umhverfismat kynnt íbúum sveitarfélagsins og öðrum hagsmunaaðilum á almennum fundi eða á annan fullnægjandi hátt. Skal kynningin auglýst með áberandi hætti. Orðið laust undir þessu lið. Nanný, gjör svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, hér erum að ræða breytingu á deiliskipulagi við Torfnes og þar undir eru menntaskólinn, verkmenntaskólahúsið, Sólborg, Hlíf og svo hluti af byggingareit við sjúkrahús á Ísafirði. Breytingin felst aðal í því að þetta eru nokkrar breytingar, þannig ég ætla bara að fara yfir þær stuttlega. Það er búið að stækka byggingareitin fyrir Sólborg ef að við munum fara í að stækka Sólborg á næstu árum. Einnig hefur lóðin verið stækkuð til muna þannig að svigrúm til þess að athafna sig á svæðinu á lóðinni verður bara mjög fínt ef það verður bætt við auka deild. Það er lítill byggingareitur sem er nefndur H á þessu nýja deiliskipulagi. Það er dæluhús fyrir heitt vatn sem að orkubúsins og búið að teikna það inn þarna. Byggingareiturinn í kringum menntaskólan og verkmenntaskólahúsið, heimavistina hefur tekið miklum breytingum og gerðist það eftir samræður við, hvað heitir það? FSR, Framkvæmdasýslu ríkisins. Þar sem þegar við fórum að vinna þetta í upphafi það lá ekki fyrir þarfagreining á nýju verkmenntaskólahúsi. Þannig að sá aðili sem teiknaði upp nýtt deiliskipulag fyrir okkur var í þéttu samtali við Framkvæmdasýslu ríkisins. Þannig að þessi nýju byggingareitur tekur mið af því samtali. Svo erum við með C sem er Hlíf og þar var breyting á lóð að ósk húsfélagsins á Hlíf, þannig að lóðin var minnkuð til muna og er það gert í samræmi við þessar óskir sem komið frá húsfélaginu. Takk. Takk fyrir þetta. Það eru fleiri sem vilja taka til máls um þessu lið. Svo er ekki, þá legg ég þetta fram til samþykktar með ekki með merki. Og þetta er samþykkt samhljóða. 13. mál, Hólakot í Dýrafirði, merkjalýsing. Tillaga frá 661. fundi skipulags- og mannvirkjanefndar en fundur var haldinn 21. október 2025 að bæjarstjórn samþykki merkja lýsingu Hólakots númer 205506 í Núpsdal, dagsett 11. ágúst 2025. Orðið laust undir þessu lið. Enginn er beðið orðið á með ekki merki eða samþykki þetta. Og þetta er samþykkt samhljóða. 14. mál, Flugvallavegur 1, Ísafjarðarflugvelli, stofnun lóðar tillaga frá 661. fundi skipulags- og mannvirkjanefndar en fundur var haldinn 21. október 2025 að bæjarstjórn samþykki að heimila stofnun lóðar við Flugvallaveg 1 undir flugskili í samræmi við merkjalýsingu dagsett 10. október 2025. Orðið er laust undir þessu lið. Enginn er beðið orðið, þá megi ekki með merkið samþykki þetta. Og þetta er samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin í fundagerð til kynningar. 15. mál, bæjarráð lögð fram til kynningar fundagerð 1344. fundar bæjarráðs en fundur var haldinn 20. október 2025. Fundagerðin er í 8 liðum, orðið er laust undir þessu lið. Enginn er beðið orðið en þetta er lagt fram til kynningar. 16. mál, bæjarráð lögð fram til kynningar fundagerð 1345. fundar bæjarráðs en fundur var haldinn 27. október 2025. Fundagerðin er í 7 liðum og orðið er laust undir þessu lið. Enginn er beðið orðið, þá er lagt fram til kynningar. 17. mál, skipulags- og mannvirkjanefnd
Lögða fram til kynninga fundargerð 661. fundar skipulags- og mannvirkjanefndar en fundur var haldinn 21. október 2025. Fundargerðin í 12 liðum og orðið er laust undir þessu lið. Enginn hefur beðið um orðið en lagt fram til kynningar. 18. mál skóla íþrótt og tómstundanefnd. Lögð fram til kynningar fundargerð 31. fundar skóla íþrótt og tómstundanefndar en fundur var haldinn 15. október 2025. Fundargerðin í 10 liðum. Orðið er laust undir þessari fundargerð og Nanni gerur svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, mig langar til þess að vekja athygli ykkar á fyrsta lið þessara fundargerðar þar sem við fengum kynningu frá formanni skíðafélags Ísfirðinga á alþjóðlegu skíðamóti Scandinavian Cup sem er áætlað að verði haldið hér á Ísafirði í febrúar 2026. Mig langaði til þess að hrósa skíðafélaginu fyrir að hafa náð að landa þessu móti hérna hjá okkur. Þetta er risastórt mót. Hér keppa aðilar sem eru í næstu deild, myndum við segja ef að heimsmeistaramóti er fyrsta deild, þá er Scandinavian Cup önnur deild. Þetta er bara þeir sem komast ekki áfram hjá sínum landsliðum á heimsmeistaraleikana taka þátt í þessu móti. Það er áætlað að það taki þátt 70 manns, 70 keppendur og hverjum keppanda fylgir svona 2-3 starfsmenn. Þannig að þetta er risa frétt í skíðaheiminum og frábært að þetta mót skuli vera haldið á Ísafirði með enn og aftur langar mig til þess að hrósa skíðafélaginu fyrir að hafa landað þessu samningi að þessum móti og á þessum fundi kom fram að Ísafjarðarbær mun standa við baki á skíðafélaginu til þess að undirbúa þetta mót. Takk. Takk fyrir þetta Nanni. Orðið er alltaf laust þessu lið. Enginn hefur beðið um orðið en þetta er lagt fram til kynningar. Það eru komin í 19. mál umhverfis- og framkvæmdanefnd til að fram til kynninga fundargerð 161. fundar umhverfis- og framkvæmdanefndar en fundur var haldinn 15. október 2025 og fundargerðin er í 4 liðum. Orðið er laust undir þessum lið. Enginn hefur beðið um orðið, þá er þetta lagt fram til kynningar og þar er fundardagskrá lokið og fundið slitið 18:01.